Jæja, góðir gestir, velkomnir í þátt númer 123 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Við sittum hér í hljóðverunu á Vonarstrætinu. Það búin að vera umræða veiðigjöld sem að hefur verið gegnumgangandi gegnum vikuna fyrir utan gærdaginn, þar sem að ríkisstjórnin mætti skyndilega áttaði sig á því að það hefði gleymst að klára frumvarp varðar sölu á Íslandsbanka eftir stæðum hlut, en þess utan hafa það verið veiðigjöldin sem hafa verið í umræðu alveg frá því á mánudaginn og stefnir í, við sitjum hér í hljóðverinu á fimmtudagskvöldi og það er nefndadagur á morgun og það stefnir í að umræðan klárist ekki í kvöld og flytjist þar með yfir á mánudaginn. Sigmundur, hvernig þykir þér umræðan veiðigjöldin hafa teiknast upp? Já, það hefur vakið athygli mína eins og þína og okkar allra að framan af virtist stjórnarliðið mjög áhugasamt að taka þátt í þessari umræðu. Greinilega mátuð það þannig að þetta væri til vinsælda fallið. Það er mikill populismi í þessu hjá þeim. Mjög gegnumgangandi. En þau pössuðu sig á því að ræða ekkert innihaldið. Það kasta fram fullyrðingum eins og vilja menn ekki auknar tekjur af sjávarútvegi. Vilja menn ekki sanngjarnar tekjur? Vilja menn ekki leiðrétta það sem er ekki rangt? Já, akkurat. En þegar er svo spurt, jú, fínt, en hvernig reikniði það? Þá verður fátt svör. Já. Og sumir stjórnarliðar, að meira að viðurkenna að það sé nú ekkert víst að þetta muni skila meiri tekjum. Það er algjörlega augljóst að þetta mun minnka heildarskattsspor sjávarútvegsins. Já. Alveg augljóst. Og þá er ekki talið allt hitt, öll áhrifin á byggðirnar. Nei. Að undirstuðu atvinnugreinar í heilu þorpunum og bæjunum geti flust annað. Nei, akkurat. Þá er ekki talin hættan á því sem er verið að mynda mjög sterkan hvata til í þessu að vinnslan verði flutt út. Vinnslan flutt út bara eins og við sjáum í Noregi, þar miklu lægra hlutfall afla unnið í Noregi heldur en nokkuð tíman hér heima á Íslandi og síðan náttúrulega mun verða mikill þrýstingur á samþjöppun áfram. Það bara verið heiðarlegt hefði stjórnarflokkarnir bara sagt að það væri markmiðir að auka samþjöppun sko. Já. Þetta er beinlínis til þess fallið að ég held ég megi bara segja tryggja aukna samþjöppun. Já, það getur ekkert annað gerst. Og einhvern veginn svona, það sem mér hefur þótt verst í þessu er svona þessi sambland af skilningsleysi af afleitum áhrifum og síðan skeytingaleysið. Því að það bara eftir alla þessa umræðu sem búin að eiga sér stað hérna síðan á mánudaginn, þá bara getur ekki verið að stjórnarliðar séu enn þeirrar skoðanar og trúi því að þetta hafi engin afleit áhrif. Þeir allavega hættu allt í að taka þátt í umræðu. Bara skyndilega, bara nokkrir tóku sig af mælendaskrá og svo er svona einn á stangli sem mætir í andsvör. Þetta er búið að vera hérna mjög það var eins og bara línan hefði verið lögð. Bara heyrðu, við komum okkur í tómvandræði með að bjóða stjórnarandstöðungum upp á að fara í andsvör við þessa stjórnarliða. Þannig að við skulum hætta þessu því snarasta. Því þá gætu þau lent í því að þurfa að bregðast við og svara innihald. Já, akkurat. Sem er náttúrulega veikur hlekkur. Bara mjög. En einhvern veginn, ég hef haft á tilfinninguna að þetta séu svona talpunktar frá Þórði Snæ Júlíussyni sem mjög margir þingmanna stjórnarflokkanna sé að vinna með. Þetta er svona sömu setningarnar, syngt og heilagt, þvælan að þetta sé leiðrétting, það hefur aldrei verið bent á hvað er rangt í þessu, rangt út reiknað, og svona alls konar svona orðleppar sem eru þetta ekki boðlegt að notast við og setja málið þannig fram þegar er verið að taka svona risa ákvörðun varðandi undirstuð atvinnuveg þjóðarinnar. Og greiningarnar þó að það hafi verið sett svona eitthvað inn frá samráðsgáttarplagginu til frumvarpsins, þá það ekki svona það sem grundvallar svona það sem að bæði hagsmunaaðilar, sveitarfélög og við hér í þinginu höfum verið að kalla eftir. Þannig að þetta er enn eitt málið þar sem við fáum ekki að sjá forsendur ríkisstjórnarinnar. En það er ekkert víst að það sé til vinsælda fallið fyrir okkur eða stjórnarandstöðuna að þvælast fyrir þessu máli með það sem við segja. Það verður bara að hafa sig. Já, þau bara rekið eftir skoðanakönnunum. En við erum svo gamaldags flokkur að því leyti
að við viljum standa fyrir það sem við teljum rétt og við viljum ræða innihald málana og raunveruleg áhrif þeirra. Já, já. Og raunveruleg áhrif þessa máls, hvað sem að einhverjir kunna að halda, eru bara mjög veruleg hætta á því að heilu byggðarlögin geti mist undirstöðu atvinnu og þar af leiðandi byggðar á staðnum. Að hvatinn verði bara enn sterkari en áður hefur verið til þess að menn selji kvóta úr byggðinni og fjárfesti í öðru. Það er nú komið fram að hagnaður af fjárfestingu er nú meiri í mörgum atvinnugreinum heldur en í sjávarútvegi. Og svo hitt sem við ræddum áðan að hverfi mörg störf í vinnslunni eða að minnsta kosti störf sem ella hefðu orðið til í vinnslu. Menn sjá ekki lengur ástæðu til þess að fjárfesta í þessum dýra en góða og oft íslenska tækjabúnaði, hátækni búnaði, heldur flytji fiskinn í ríkisstyrktar verksmiðjur í Pólandi, eins og Norðmennirnir gera. Og það sem mér hefur þótt undarlegt að Valkyrjustjórnin leggi svona harkalega til atlögu við þessa stétt sem að starfar í vinnslunni, sem er náttúrulega stærri hluta til kvennastétt, þar sem að laun er orðin miklu betri heldur en áður var. Laun til dæmis í fiskvinnslu eru hærri heldur en í mannvirkjagerð, svo dæmis ég tekið. Það er býsna magnað. Þetta var náttúrulega lengi lág launastétt. En mikil vinna þetta og svona sko en þetta er einhvern veginn ég hefði einhvern veginn haldið að Valkyrjurnar vildu reyna að stilla málum þannig af að það væri ekki sko ráðið sérstaklega til atlögu við svona stóra kvennastétt sem væri vel borguð. Já. En þær hafa sennilega bara sest yfir þetta og metið það sem svo að það væri ekki margir stuðningsmenn Samfylkingar og Viðreisnar sem að innu í vinnslónum landið umkring. Kannski hafa þau reiknaði þannig en kannski er þetta bara til marks þann tvískinnungshátt sem að einkennir þessa ríkisstjórn. Sástu Ingu Sæland, formann eins stjórnarflokkana, útskýra afstöðu sína í Íslandsbanka sölumálinu fyrir í dag? Höfuð af gullgæsin og hendin á grillið. Já, sko, hún hafði lýst þessu yfir áður. Lýst þessu yfir fyrir kosningar og var mikill andstæðingur þess að restar af Íslandsbanka yrði seld. Að það væri eins og að höggva höfuð af gullgæsinu og grillana. Og svo bara hafandi fengið gagnrýni fyrir sinnaskiptin í málinu, þá ákvað hún að gera ekki tilraun til þess að, eins og hún hafði gert í upphafi, að útskýra það að nú væri komin annar fjármálaráðherra og þá væri þetta kannski lagi. Nei, hún fór bara all in eins og þið segja og lýsti því yfir með tilþrifum að hún væri algjörlega á móti því að þetta yrði gert. Já. Það var ótrúlegt. Að drepa gullgæsina og grillana. Og höggva henni hausinn. En hún ætlaði að greiða atkvæði með því reyndar að því hún væri komin í ríkisstjórn. Já, þetta er bara, sko, þetta ætlar engan enda að taka. Það er það er allir fastir í einhverju óvissuferð. Já. En náttúrulega sko engir eins og sko stuðningsmenn eða réttar sagt, það er kannski réttar að tala sko kjósendur þess tíma, það er nú ekki víst að þeir sé allir stuðningsmenn ennþá. Svona í ljósi þess hvernig hlutir hafa atvikast en þessi sko við sjáum þessa uppákomu í ræðu hennar varðandi Íslandsbankasölunni í dag og svo sjáum við þetta líka bara uppákomu í vikunni varðandi stjórnirnar sem að hún annars vegar sko átti að skipa samkvæmt lögum en skipaði ekki og síðan í hinum málinu skipaði en þverbraut allar reglur og viðmið við skipunna. Í dag er hún búin að sko annars vegar skipa stjórn Tryggingastofnunar ríkisins sem er bara lögboðið verkefni hennar og hins vegar að stilla af stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. En sko það sem kannski var skrýtnast í því öllu var að Kristrún Frostadóttir skildi svona stíga inn í það og verja þessa augljósu löglausu vegferð sem að Inga Sæland var á. Hún gerði það bara afdráttalaust meðal annars í
í svörum við fyrirspurnum okkar Já, og Inga hafði náttúrulega svarað með hálfgerðum skætingi framan af og útskýrt það að hún hefði bara valið Hæfistafólkið og hún mætti það. ég á þetta, ég má þetta. Ja, akkurat. Og þetta væri Hæfistafólkið vegna þess að þetta væri fólk úr flokki fólksins og allt þetta. Og varðandi það að skipa ekki stjórn Tryggingastofnunar, þá var það skýrt með því að það stæði til að leggja af þessa stjórn. Morgunblaðið var með dálítið beittan, afdráttarlausan leiðara þessi mál í dag. Mjög vel innramað. En þetta er svo lýsandi fyrir hvers eðlis þessi ríkisstjórn að telja að ef að ráðherra búinn að tilkynna áform sín eða áhuga á því að breyta lögum, þá þurfi ekki að fylgja gildandi lögum. Ég man ekki eftir að hafa komið fram með jafn skýrum hætti og í þessu svona virðingarleysi framkvæmdarvaldsins gagnvart þinginu. Nei. Þetta bara svona, það hefur ekki komið fram skýrari melding það að ráðherrarnir álíti Alþingi stimpilbúða. Nei. Því að það bara ekkert á vísan að róa með að þetta mál, Ingu Sæland, að leggja niður þessa stjórn Tryggingastofnunar ná í gegn. Nei. Það bara ekkert á vísan að róa með það. Nei, ráðherrar eiga það nú stundum til að verða svolítið hrókafullir en þeir reyna þó að fela það betur en þessi ríkisstjórn. Já. En mér þótti einhvern veginn þessi innkoma forsætisráðherra til að verja Ingu Sæland og þessar tvær aðgerðir sem varðað stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Tryggingastofnunar þegar forsætisráðherra stígur inn og bara ver það alveg af öllu afli og segist bara treysta Ingu og að þetta mat hennar sé rétt. Það náttúrulega skoðast mjög illa nokkrum dögum síðar, bara innan vikunar Inga búin að breyta stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og skipa stjórn Tryggingastofnunar. Og mér finnst þetta, ég var nú svona að reyna að rifja upp, Kristrún hefur ekki gert mikið að því að mistiga sig í fyrirspurnatímum, en þetta svona eiginlega svona hvað augljósasta þetta svona veikasta framistað hennar. Hún kannski segja að hún hafi tekið dálítið mikla áhættu þegar hún fullyrti að þær valkyrjur hefði ekki sett þrýsting á Ásthildi Lóu hvað afsögn varðar. Já, það voru ekki góð svör. Nei, það voru ekki því að og manstu þegar hún sagði að veiðigjöldin hefði engin áhrif á rekstur fyrirtækja. Já, það var ekki gott. En segjum bara Ásthildur Lóa, bara þegar hún búin að svona aðeins að ná áttum eftir þetta allt saman, komi bara fram og segi bara, heyrðu, ég var bara beitt gríðarlegum þrýstingi. Þetta var bara rosalega erfiðu 3-4 tíma fundur og það var bara vegna þess þrýsting sem valkyrjurnar beittu mig, Það áttu bara eftir að waterboarda mig. Þannig að ef einhver slík staða teknaðist upp, þá væri forsætisráðherra orðin í töluðurum vandræðum gagnvart því bara með hvaða hætti hún hagaði orðum sínum í svörum í fyrirspurnatíma. Af hverju ertu að varna við þessu? Það nú ýmsir gaurar þarna í Samfylkingunni sem getur nú bara lagst á Ástu Lóu og sagt inn að hún tjái sig ekki að tjá sig. Þrátt fyrir að forsætisráðherrann hafi ítrekað svarað því til að það ætti bara að spyrja hana. Og það var mjög sérstakt að forsætisráðherra svara á þann hátt að forsætisráðherra þyrfti í raun ekki að svara fyrir embættisgerðir sínar af því það væri vanvirðing við ráðherrann sem var farin frá og búinn að víkja að því virðist að öllum líkindum vegna kröfu forsætisráðherra. Og það er svo augljóst að það eru valkyrjurnar sem gera máli pólitískt með því að víkja ráðherranum úr ríkisstjórn áður en fyrsta frétt birtist. Einmitt. Bara vegna einhverja væntinga fjölmiðlaumfjöllun í framtíðinni, þetta stenst enga skoðun. Já, ég bara vona að
í ljósi þessara yfirlýsingar forsætisráðherrans að Ásta Lóa þá fái, þegar hún er tilbúin í það, raunverulega tjá sig. Já, ég held Það verði ég held ekki það þrýst á hana, kom ekki einhverjir sem að beita hana þrýstingi að fyrir ríkisstjórnina þá sé best að hún segi ekki frá því hvernig þetta var. Akkurat, ég held að það sé svona það er hætt við að það verði verklagið en vonandi ekki. En þetta er síðan kannski aðeins aftur áður en við færum okkur annað, aðeins aftur yfir að veiðigjöldunum. Það er eitt sem ég veitti athygli, ég reiknaði nú með því í ljósi þessara miklu þáttöku stjórnarliða þarna á fyrstu metrunum. Þá var ég alveg viss að það myndu allir þingmenn stjórnarflokkana úr landsbyggðarkjördæmunum tjá sig. Já. Það yrði bara erfitt að skilja við málið þannig að þingmenn í landsbyggðarkjördæmunum hefðu ekki tjá sig. En þegar maður fór að skoða þetta, þá var mikil þáttaka stjórnarliða fyrsta þingdaginn sem þetta var rætt. Já. En það er ekki nema 5 þeirra búnir af landsbyggðinni búnir að tjá sig. Það eru Sigurjón Þórðarson og Elín Íris Fandal frá Flokki fólksins. Elín Íris er úr Suðurkjördæmi, varaþingmaður Ásthildar Lóu. Það er Eydís Ásbjörnsdóttir og Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingu, sessunautu minn. Og svo er það María Rut Kristinsdóttir frá Viðreisn. Þetta er nú allt og sumt af þingmönnum stjórnarflokkana af landsbyggðinni sem hafa tjáð sig. Og hvernig ætlar til dæmis Arna Lára að fara heim á Ísafjörð, nýbúin að vera bæjarstjóri þar, sömu flokkar og réðu hana sem bæjarstjóra en við stjórnvölinn og senda þessa harðorðu umsögn málið og bæta í með því að álykta sérstaklega. Þetta vakti athygli mín að Arna Lára væri ekki búin að skilja neitt eftir í málinu. Það getur gert eins og Inga Sæland er algjörlega mótið þessu máli. Tek undir með bæjarstjórninni minni, þetta er fráleitt mál, en ég er í ríkisstjórn og er í meiri hluta, ætla að samþykkja þetta. Já, það skildi þú aldrei verða, það gæti verið. En þetta er svona öðruvísi vaxið heldur en ég einhvern veginn, hefði ég verið spurður á þess að skoða þetta, þá hefði ég fullyrt að þeir eru flestir mætt þarna á fyrsta degi. Já, og hugsaði bara hrokan gagnvart landsbyggðinni að leggja á hana að langmestu leyti yfir 80% á landsbyggðina, auka skatt og segja svo í staðinn fáið vegi. Já, skulum við loksins fara að gera einhverja laga veginn ykkar. Og þetta fólk er búið að borga sína skatta ár eftir ár og áratug eftir áratug. Það er búið að borga öll þessi miklu gjöld sem að tengjast bílum og umferð og ekki fengið tilbaka í samræmi við það. En núna, já, þá kannski fyrir að gera eitthvað í þessu, en þið þurfið að borga fyrir það sérstaklega, því landsbyggðarfólk. Akkurat. Já, sama tíma og þið borgið skattana ykkar til þess að fjármagna borgarlínuna og gáfuð eftir eignir, ríkiseignir til þess að fjármagna borgarlínuverkefnið einnig, þá þurfið þið til þess að þið fáið einhverjar vegabætur að borga ennþá meira, borga alveg sérstaklega. Já. Þetta er nefnilega málið og ef að menn halda þetta hafi ekki áhrif, sjáu nú bara til dæmis fyrirtæki eins og HG hraðfrystihúsi Gunnvör á fyrir vestan. Þetta er fyrirtæki sem að ég hef nú ekki kannski skoðað sérstaklega, ég heldur hafi farið mjög varlega í arðgreiðslum ef nokkrar hafa verið núna langa hríð. Allt farið í innri uppbyggingu, þarna er búið að vera fjárfesta í eldinu og bættri aðstöðu til vinnslu, nýjum skipi, Kerisits, þetta er fyrirtæki sem að kom Kerisits yfir svona fyrsta erfiða hjallan. Þetta er bara ótrúleg uppbygging í samfélaginu sem að er tilkomin vegna þessa fyrirtækis. Já. Og þetta eru fleiri 100 milljónir á ári sem að þarna er bara gagnvart þessu fyrirtæki sem að á að taka aukalega út úr þessu samfélagi og færa til kontoristana hérna í Reykjavík. Ég rifjaði það nú upp í andsvörum við Ólaf Adolfsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins áðan í þessar umræðu. Þar sem að þar sem kom til umræðu hverjar líkurnar eru á að verið heimtur
á þessum loforðum að peningarnir, skatturinn sem að þarna tekin af landsbyggðinni verði settur í þessi verkefni. Já. Og þá rifjaði ég upp sko þegar Snæfellsbær var til við sameiningu sveitarfélaga og utanverðu Snæfellsnesi. 1994 er svo sameining hérna verður hún. Já, svona langt síðan. Já, þetta er nefnilega, ég áttaði mig bara á því þarna í umræðinni, sko, þarna á þessum tíma var ég skiptinemi út í Los Angeles og spilaði ameríska fótboltann. En þarna sem sagt, það er eina megin forsendunum fyrir þessari sameiningu voru vegabætur sem var lofað. Já. Þá fyrst og fremst Fróðárheiðina. Heyrðu, Fróðárheiðin, hún klárast núna fyrir nokkrum árum, sko. Þetta tók með þetta þá er þetta tekið sennilega hartnær 3 áratugi að uppfylla loforðið. Já. Það er ekkert á vísan að róa með heimtur í neinu svona lögðu, sko. Og þannig að ég held að sveitarfélög og íbúar landið umkring ætti að hafa mikinn vara á þegar svona loforðum er slengt fram. Bara menn borga þessa milljarða aukalega. Hugsa sér bara Fjarðabyggð. Heldur það mun ekki það þegar tekin milljarðar og svona á Austurlandi, bara milljarðar aukalega út af svæðinu. Þetta hefur áhrif á allt og síðan náttúrulega bara eru allir þessi fyrirtæki sem standa að vöru þróun og framleiðslu á vinnslulínum og þess og þar. Þetta hefur áhrif á þetta allt saman. Já. En frumvarpið gerir ráð fyrir að það hafi engin áhrif neins staðar. Og svo er nú kannski sínu alvarlegast að mér heyrist á þeim sem var svona gleggst þekkja til varðandi áhrifin og eru búin að reikna sig í gegnum þetta svona út frá þeim forsendum sem að þó er hægt að gefa sér í dag. Já. Að raunverulega áhrif séu miklu meiri heldur en frumvarpið teknar upp. Og ég heyrði tölu bara að það sé alltaf 7 milljarða skekkja miðað við forsendur síðast árs. Hvað skattlagningin verður hærri heldur en ríkisstjórnin flaggar. Þú ert með skúp hérna. Já, þetta er þannig. Hversu mörg prósent er þessi skekkja þá meðað við þessum þau eru? Já, ef þetta er 7 milljarða skekkja, upphaflega þegar frumvarpið er lagt til í samráðsgátt, þá er sagt þetta er tvöföldun, sem sagt 10 milljarðar ofan á 10 milljarða. 20 milljarðar. Nú er samkvæmt frumvarpin eins og það liggur fyrir, þá held ég tala að þetta sé milli 17 og 18. Heildin. En ef að þessi skekkja er rétt, sem að fólk sem að á mun auðveldara með að reikna sig gegnum þetta hefur komist að niðurstöðum, heldur en kontóristarnir sem skrifuðu þetta og mennirnir með reiknistokkin í Viðreisn. Ef að þessi skekkja reynist rétt, þá er raunverulega áhrif með forsendur ársins 2024 25 milljarðar sirka bót. Og þannig að þá væri 100% hækkunin sem að menn börðu sér á brjóst með hérna í byrjun, væri í raun 150% skattahækkun á landsbyggðina meginhluta til. Þannig að en allt þetta þarf við þetta að kafa ofan í vinnu nefndarinnar. En ef einhver svona kórvilla kemur fram, þá trúi ekki öðrun að máli verið bara sett í tætaran og ekki litið frekar til með því í bráð. Já, skulum. En miðað við umræðurnar á mánudaginn sérstaklega, þá gætu menn væntanlega bara yftu öxlum og sagt bara, hei, er þetta ekki bara betra? Það er nú vandamálið. Er ekki bara betra að hækka skattin 150% heldur en 100%? Þegar þið vilja ekki líta á heildaráhrifin, vilja ekki reikna dæmið, þá kannski skiptir engu máli hvað kemur í ljós. Nei, það er nú hættan, sko. Það er nú hættan. Og þetta pirrar mig alveg stórkostlega. Þetta er orðið svo algengt í pólitíkinni á Íslandi að en taki ákvarðanir sem að hægt er að gefa sér, jafnvel reikna út að muni ekki skila tilætluðum árangri, jafnvel hafa bara mjög neikvæð áhrif, en samt ráðast menn í það. Að þeir tala bara málið út frá umbúðunum. Já, akkurat. Herðu, en við komum, nú verður sem sagt veiðigjaldamáli væntanlega klárast í umræðu á mánudaginn, gerir ég ráð fyrir. Já. Sent til umsagnar á þriðjudaginn á atvinnuveganefndarfundi og þriðjudagurinn í næstu viku er 13. Þannig að málið er að koma úr umsögn þannig að cirka 27. Þannig að ég bara hvet alla sem að hagsmuni hafa þessu máli til að senda inn umsögn til stjórnvalda og bara minna allir þeir sem sendu umsögn inn í samráðsgátt stjórnvalda. Það er annað.
Já, við höfum mynd á þetta áður. Umsagnir inn í samráðsgátt stjórnvalda færast ekki yfir til þingsins, þannig að fólk þarf að endursenda umsagnir sínar inn til þingsins. Ég held að flestir bara gerir ráð fyrir því að þeir eru búnir að senda umsögn. Ég átt óteljandi samtöl sem aðilar miskildu þetta þannig og urðu þar með af því að fá... Já, og engin furða, menn haldi það, en það ef þú vilt að nefndin taki umsögnina sérstaklega fyrir og henni sé dreift á þingnefndina við vinnslu málsins, þá þarftu að senda umsögn aftur á þingið og það eru leiðbeiningar það á heimasíðu Alþingis, hvernig það er gert og það mega allir senda umsagnir. Allir borgarar, fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök geta sendt umsagnir. Hér er ég með heimasíðuna Alþingis fyrir framan mig og undir liðnum nefndir. Nú kemur það mér í koll að hafi ekki verið búin að sjá þetta fyrir og undirbúið þetta, en já, það er hérna bara strax á forsíðunni. Þetta er nefndir og undir því ættir að finna leiðbeiningar hvernig þú sendir inn umsagnir. Þær þurfa ekkert að vera langar, þær þurfa ekki að vera fræðilegar, en allir mega senda ábendingar, umsagnir til Alþingis þetta mál og önnur. Já. Þetta var spennandi útvarp. Lýsing á heimasíðu Alþingis. Já, ég held ég því fljótar að finna flipan til að geta sagt fólki hvað það ætti að smella á. Það er í öllu falli, það er mjög einfalt að koma þessu til okkar og nauðsynlegt bara að allir sendi aftur efnislega það sem þegar var sent inn í samráðsgátt. Það skiptir miklu máli. Og heyrðu, það er nú, ég gerði nú grína þessu. Það sýnir nú að það er einhver smá húmor. Býttu, þetta er hérna. Jæja, hvað? Þú smellir bara á forsíðunni, nefndir, og þar sérðu undir erindi og umsagnir. Erindi og umsagnir. Smellir bara á leiðbeiningar ritun umsagna. Sko. Og þú leiddur í gegnum þetta. Þetta bara gæti ekki verið einfaldara. Nei. Þarna kom í ljós hversu oft við sjálfur höfum sendið umsagnir vegna þingmála. Ég ætla að endurtaka þetta, þú ferð á heimasíðu Alþingis, þú velur nefndir og þar undir erindi og umsagnir. Já, þar hafið þið það. Heyrðu, en þetta er sko, þessu tengt, þá fór ég í fyrirspurnatíma á mánudaginn síðasta í fyrirspurn við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, og spurði hann út í strandveiðarnar og 48 dagana hvað væri að tefja orminn langa varðandi það að við þingmennir upplýstir það hvaðan ráðherrann ætla að sækja viðbótar veiðiheimildirnar. Já. Það er alltaf rekinn harmakvein og sagt, heyrðu, þú ákveðist á móti strandveiðum, það snýst ekki það, ég bara spyrja hvaðan ætlar ráðherrann að sækja veiðiheimildirnar sem er augljóst að sko núverandi heimildir dugi ekki fyrir því að allur flotinn 900 bátar sem á sóttum leyfi geti veitt í 48 daga og tekið í land, ég veit ekki hvort það er 700-750 kíló. Já. Og enn er ekkert komið í þessum efnum og ef að hámarkið innan dagsins verður óbreytt og fjöldinn liggur eins og hann er og dagarnir 48, þá er þetta hátt í örgur með 30.000 tonn sem að þarf til þess til að þetta gangi upp. Já. Og það er ekki nema 10-12 í pottinum. Þannig að það er einhverjar kanínur sem á eftir að tosa upp úr hatti í þessum efnum hjá atvinnuvegaráðherra. Já, greinilega. Þannig að mér fannst nú svona liggi í orðum ráðherra þarna mánudaginn að hún ætlaði sér að vera búin að svona upplýsa þetta fyrir helgi, en það fækka nú dögunum til þess. Já. En þetta strandveiðarnar byrjuðu núna á mánudaginn frekar en þriðjudaginn. Mánudaginn held ég að það verið. Þannig að þetta er nú kannski svona það sem er mestur spenningur gagnvart núna, bara sjá hvernig ráðherrann ætlar að útfæra þetta. Já. Viltu ræða meir sjávarútvegsmál eða eru við farnir að hætta á að vera svo útvegsfréttir? Já, heyrðu, köllum þetta gott sjávarútvegsmálin
Við tókum nú reyndar hérna, Við ítrekum það, hversu mikilvæg þessi atvinnugrein er og hversu mikil hætta vofir yfir, en við þurfum að fjalla aðeins páfakjör. já, bandarísku pái. Já, ég náttúrulega veit ekkert þessa kardínála alla og hver hefur verið best til þess vallinanda pái, en það er áhvert að Bandaríkjamaður skuli verið orðinn pái og það í fyrsta sinn. Það voru hún yfirleitt Ítalir. Lengi vel aldir var ekki Jóhannes Páll svo fyrsti utan Ítalíu, Pólverjinn. já, einhverja aldaskeið. Svo kom Þjóðverji, hver var undan honum Benedikt? Var einhver á milli hans og Jóhannesar. Jæja, ég er ekki sérfræðingur í þessu. Kom Þjóðverji og það kom Argentínumaður og nú kom Bandaríkjamaður. Þannig að kaþólska kirkjan er svona undirstrika að hún sé allan heim. En þetta er kannski einkum áhugavert í ljósi bandarískra stjórnmála. Nú keppast Bandaríkjamennirnir að fagna þessum nýja páfa, þar með talið forsetinn og aðrir við stjórnmálin í Bandaríkjunum. En svo er spurning hvort að þessi pái segir eitthvað sem að styggir Trump og getur gamanið kárnað. Já, það getur gerst hratt. En vonandi gengur þetta nú bara vel og við óskum þessum páfa velfarnaðar. Er það ekki? Jú, ekki spurning. Heyrðu, komum aftur hérna heim í Ég ætla ekki að tala páfa, ég ætla að nefna eitthvað annað, en ég er að reyna að muna hvað það var. Þetta er alltaf ævintýraferð. Það er þetta svona óskriftað. En það kemur upp það sem það rifjast upp fyrir þér rétt sagt. En í millitíðinni þá langar mig að nefna örsnögt hitt máli sem var rætt í vikunni, rætt í gær, salan á Íslandsbanka. Nú er orðið endalega ljóst, held ég hægt að segja, að svona stefna okkar í miðflokknum að afhenda eftirstæðan hlut til raunverulega eigenda, bara íbúa í landinu, hún mun ekki ganga eftir. En það er búið að fara í mikla krúsidúlur til þess að forma þetta söluferli. En það áhugaverða, og það er ástæðan fyrir ég vildi nefna þetta, er að það hefur orðið algjör viðsnúningur hjá eins og þú komst inn á áðan, Inga Sæland auðvitað með að höggva höfuð að gullgæsin og hendin á grillið eða hvernig sem hún orðaði það. En Samfylking og Viðreisn hafa nefnilega farið í gegnum algjöra uppeyju sömuleiðis. Það er síðast þegar var krukkað í þessu regluverki varandi sölu, þá voru flokkarnir að því virtist bara á móti því að eignarhluturinn væri seldur. En nú vantar pening í kassan og þá er komin annar tónn í strókin. Já, heldur betur. Og áhugavert að sjá það að þetta er svona í mörgum málum virðist vera hjá þeim að afstaða þeirra byggist ekkit endilega á einhverju hugsjón eða trú á hvað snúi upp og niður í málinu, heldur því hvar menn sitja í hvaða hlutverki þeir eru. Þess að stjórnarflokkarnir, þá séð þetta ítrekað, eru nú ýmist á móti málum sem þeir voru hlynntir áður, það er nú ekkert mörg dæmi með það, en sérstaklega eru þeir orðnir hlynntir málum sem þeir voru algjörlega andsnúnir akkurat þegar þeir voru stjórnarandstöðu. Og það er nú kannski vandi okkar að vera ekki nóg miklir populistar, af því að við tökum afstöðu til mála bara út frá því sem við raunverulega trúum að sé rétt í hverju máli og förum ekki í ríkisstjórn nema til þess að ná því fram sem við höfum barist fyrir. Já. Þetta lítur að vera miklu auðveldara líf að vera stjórnmálamaður sem að bara heldur því fram sem að hentar hverju sinni. Skoðana kannan að segja og það er bara létt. Já. Það bara kíkir á hvað Gallup eða Maskín að segja og ég hef aldrei heyrt jafn oft vísað í skoðanakannanir eins og í ræðu Guðmundar Ara
þingflokksformann Samfylkingarinnar við veiðigjöldin. Ég hef nú ekki talað það kemur ekki á óvart að hann hafi vísað 20 sinnum í skoðanakannanir í þessari 15 mínútna ræðu sinni. Ég myndi nú svona halda því fyrir mig ef pólitíska stefnan væri svona svakalega nátengt niðurstöðum skoðanakannana. Já. Menn verða alltaf svona fullir skoðunin sé þeirra, ekki Gallup eða maskínu. Akkurat. En þetta svona, þetta er allt aldrei mikið á sömu bókina lært hvað þetta varðar hjá þeim, sko. Já. Heyrðu, en það hefur náttúrulega, maður þreytist ekki á að rifja upp hvernig Íslandsbanki, hver tilurð þess að Íslandsbanki sé á bókum ríkissjóðs. Þetta eru þetta bara heimtur úr stöðuleikaframlögunum sem voru þegar svo Björg var dregin í bú þegar í ríkisstjórnartíðinni. Já, það tókst allt saman, en svo stóð nú lenda til að það yrði spilað betur úr þessu. Þetta átti að vera fyrsta skrefið, en svo átti að fylgja þetta að koma hérna á svona heilbrigðara og hagkvæmara fjármálakerfi fyrir almenning og fyrirtæki í landinu. En áhuginn á því náttúrulega slokknaði leið og maður hætti að vera í aðstöðu til þess að fylgja þessu eftir. Já. Og við höfum, fyrir allar kosningar Miðflokksins lagt fram tillögur hvernig væri hægt að ná þessum markmiðum sem að stóð til að fara í þennan 2015 með endurskipulagningu fjármálakerfisins. En það hefur jafnt og þétt verið dregið úr möguleikunum á því að gera það og núna stendur til að selja restina af Íslandsbanka sem að við hafum síðast lagt til að yrði einfaldlega afhentur eigendum bankans beint. Já, akkurat. En það er eins og það er og við vonum að þegar þetta galgengið að bankin muni veita góða þjónustu og harða samkeppni á fjármálamarkaði og vonum líka að bankarnir hætti að hækka stöðu þessi þjónustugjöld. Hefur skoðað verðskrárnar hjá bönkunum nýverið. Þeir eru með hugmyndaflugið endalaust í þessum þjónustugjöldum. Þetta eru fleiri blaðsíður af gjöldum sem að svo hækka jafnt og þétt. Já, það eru 6 síður einhvern tíma þegar ég skoðaði. Já. Það er ekki hægt að koma þessu knappar fyrir. Heyrðu, en lekamálið sem kom upp í vikunni. Já. Svona framhald af því sem kom upp í síðustu viku. Þetta það eru svona nokkrir áhugaverðir vinklar á þessu. Á þess að við kannski förum djúpt í það hér. Það verður nægur tími til þess að ræða það í þaula. En svona í ljósi þess að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mun taka þetta upp hjá sér og þetta verður væntanlega tekið upp hjá ríkissaksóknara og bara á öllum stöðum og Sigríður Andersen spurði Obbu, Þorbjörgu Sigríður ráðherra út í þetta í fyrirspurnatími í morgun. Þetta er það sem ég ætla að nefna þegar ég fór að tala um páfann. Þetta var bara á mjög svipuðu róli en það eru það er einhver í bobba hjá lögreglunni myndi ég halda ef að kemur á daginn að það er rétt sem Þorbjörg Sigríður sagði að hún hefði fyrst heyrt að þessu máli daginn sem Kveiks-þátturinn fór í loftið í síðustu viku. Já. Því að það blasir við að lögreglan hefur haft upplýsingar um þetta töluvert lengur og maður skildi nú ætla að æðsta yfirmanni lögreglunar svona gæti þótt þetta áhugavert að vita af þessu. Já, maður skildi ætla það og raunar skildi maður ætla það væri bara eðlileg krafa að ráðuneytið yrði upplýst leið og þetta kom í ljós og það er annað í þessu að auðvitað er ekki hægt að vera með þessi mál öll í óvissu og bíða fleiri vikur eftir því að Ríkisútvarpið meti á hvaða tímapunkti því henti að koma út upplýsingum og velji hvaða upplýsingar að fara út og hverju ekki. Nei, akkurat, það er alveg ótækt. Þetta er þegar orðið mál sem er þess eðlis að
hlýtur að vera að gera krafa um að fá gögnin til að geta rannsaka þetta til hlítar. En þá mönnum auðvitað vanda á höndum ef að stofnanir sem í einhverjum tilvikum hefðu haft það hlutverk að halda utan rannsókn eða koma að henni á einn annan hátt, eru lentar í því að rannsaka sjálfa sig. Já, já. Það hver á að geta varðana. Já. Það dálítið þannig. Og þetta eru ef ég skil það rétt verður þetta tekið upp í stjórnskipun og eftirlitsnefnd á mánudaginn næsta. En þetta er þannig vaxið málað að þetta er þetta er marglaga. Þannig að ég held að þarna eigi margt eftir að fljóta upp og sumt væntanlega daunillt og miður gott. Það er svolítið hægt við því. Og þetta er náttúrulega allt eitthvað sem varðar grundvallar reglur réttarríkisins og það vel hugsanlegt að menn hafi verið dæmdir jafnvel til fangelsisvistar fyrir eitthvað sem átti sér ekki stóð í lögum eða var byggt á gögnum sem voru óheiðarlega fengin. Já, akkurat. Það er hættan. En þetta, við förum nú meira í dýptina. Já. Þetta varðar Getum ekki sagt ómikið þetta eins og segir standa því að við einfallega við erum ekki með heildarmyndina en þó vitum við að það sem komið hefur fram kallar á það að heildarmyndin verði skoðuð af þar til bærum aðilum. Stjórnskipun og eftirlitsnefnd mun skoða þetta. Hún það smá uppákomi í þingin í dag hvað það var þar. Já. Kom á daginn að fulltrúar meirihlutans í nefndinni höfðu rætt þetta og svo tilkynntum að þeir væru að meta hvað hægt að segja formannunum að gera í málinu. Mjög skrítið. Og þetta eru sömu aðilar að hafa kvartað yfir því að vera ekki alltaf með í ráðum hvað varðar það sem formaðurinn er að gera hverju sinni og er það nú þannig hér í þinginu að formaðurinn hefur stýrið dagskrá nefndar en þetta er búið að vera svona, þetta var mjög klaufalegt hjá þeim En kannski sýnir aftur, þau bara líta á bara þau eigi þetta og þau megi þetta og hérna. Já, það verður störa. Heyrðum, en eitt mál sem við verum að ræða hérna í lokin að ég er að fylgjast þetta með umræðum, það eru klukkan núna, hana vantar 22 mínútur gengin í miðnætti á 15. Og umræðan inn í þingsal stendur væntanlega til miðnættis í veiðigjöldunum. Ef við hljómum eitthvað hikandi þá er það því við erum með annað augað á umræðunum. Já. Heyrðu, mér langaði að nefna hérna í lokin búvörulögin. Já. Það þetta er manstu þegar við völdum formann Frama leigubílstjórafélagsins frystivöru ársins í sjónvarpslausum 50 í hittifyrra í lok árs 2022 eftir að Þegar hann var að reyna í örvæntingu að koma skilaboðum til ríkisstjórnarinnar sem hafði ekkert viljað á hann hlusta hvað geti verið í vændum ef að leigubílafrumvarpið færi í gegn sem að því miður reyndist allt rétt hjá honum en hann var frystur úti á stétt. Já. Dettur það nú til hugar því að nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að setja nýtt héraðsmet í Ókurteisi því að það var hér dreift máli og rætt 18. febrúar strax og umræði þingsal 7. mars. Það er semst komnir rúmir 2 mánuðir síðan umræða fór fram í þingsal. 2 mánuðir. Heyrðu, þetta eru semst búvörulögin, það sem að þau ætli einhverjum svona asa og brambolti og flumbrugangi að vinda ofan af lagabreitingunni sem var gerð hér í lok árs í hittifyrra. Nú renna saman á, það eru hittifyrra, sem sagt breyting á búvörulögum snýrað svona samstarfi, afurðastöðva og sammenningu og fleira slíkt. Heyrðu, þetta liggur í 2 mánuði. Og hvenær ákveður stjórnarmeirihlutin að taka máli til umfjöllunar? Það byrjaði núna í vikunni. Og hvað er í gangi núna? Sauðburður. Já. Þannig að sú stétt sem að verður fyrir mestum áhrifum af þessu, með datt í hug frystivaran, leigubílstjórarnir, því að ég hef ekki séð
þreyttari gesti á nefndafundum og ósopnari heldur en fulltrúa bændasamtaka og deilda héðan og þaðan landið sko, sem að koma þetta örþreyttir á nefndafund atvinnuveganefndar og reyna að útskýra hverslags villuvega meirihlutin er að fara. Já. Þetta sko slík ókurteisi að sko skipuleggja svona árás og hagsmuni bænda í miðjum sauðburði. Hvað gengur þessu fólki til? Akkur þeim svona illa við undirstöðu atvinnugreinarnar? Sjávarútveg, landbúnað. Ferðaþjónustuna? Já. Þau halda, ég kann á ekki góða skýringu en það væri áhugavert að rannsaka það því að þetta er algjörlega ótrúlegt og galið. En sko þetta er einhver svona, þetta er alveg ekstra ókurteisi sem að endurspeglast í þessu. Að vera að draga örþreytta bændur. Og sko á sama tíma er sko málflutningi lokið í Hæstarétti í dómsmálinu sem varðar þetta. Hallið ykkur bara aftur í sætunum, bíðið þeirra niðurstöðu og takið þá nýja ákvörðun. Ég held að mér heyri spá mjög margra vera svo að það verði snúið dómi héraðsdóms sem komst að þeirri niðurstöðu að lögin ættu ekki að halda gildi sínu. Já, það er líklegt. En það er algjörlega ótrúlegt að ætla að tróða þessu máli í gegn það leyti sem að þetta er að atvika svona sko. Heyrðu, ég var rölt út í sal og henda í sjá hvort að það er tilefni til að fara í andsvar eða við komumst nú ekki að í ræðu, það eru núna hvorki meira né minna en ég var nú með þetta áðan, ég held að sé einhverju 7-8 mælendaskrá og klukkan að detti í miðnætti. Þetta verður töluverð umræða á, það eru 3, 4, 5, 6, það eru 7 á mælendaskrá. Ég sé að Jónína Brynjólfsdóttir varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn er í andsvari núna. Ég sé ekki, það hefur ekki Bryndís Haraldsdóttir, ég átta mig ekki á hver í andsvari við hvaða þingmann hún er. En þetta er þessi umræða. Heldur áfram á mánudaginn. Já, heldur áfram á mánudaginn. Nefndir á morgun, þú veit, atvinnuveganefndin ekki, hvað er það að fara að bralla þar? Atvinnuveganefndin, það verða búið lögin áfram og eitthvað fleira sem að, raforkulögin verða þarna til umræðu. En það er eitthvað rólegra í utanríkismálanefndinni hjá þér, er það ekki? Já, við erum að fjalla fríverslunarsamning við Tæland. Leiða það til þetta. Góðra gjalda vert. Heyrðu, kæru áhörendur, við ætlum að rölta okkur í þingsalinn. Aftur, klukkan er að verða 11:30 undir miðnætti á fimmtudagskvöldi. Það er ekki alveg öruggt að þátturinn komist inn í kvöld, en hann kemur allavega inn snemma í fyrramálið. Og við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag, verðum hér aftur galvaskir að viku liðinni og við segjum þetta gott. Takk fyrir að hlusta, bless.